Hérna smá vandamál í uppsiglingu. Þessi hluti hérna, þetta 0,8 mm tvöföldun innan í skrokkhliðarnar. En gallinn sá að 0,8 mm krossviðurinn sem ég á bara ekki nógu langur. Hvað þá til ráða? Jú, þá neyðist maður til þess að fara að skeita saman. Hérna ég búinn að klippa smá bút sem ég ætla að setja hérna niður. Ég ætla að byrja því að líma hann bara fastan með teppalímbandi og svo sker ég hérna upp í svona fleig þannig ég geti límt þetta saman. Hérna ég búinn að setja smá rana á með teppalímbandi og það ágætt að merkja hérna hvar hinplatan undir svona því að nú ætla ég að taka svona fleigurinn sjálfur skiptir sjálfur engu máli, bara að það sé einhvern veginn svona og síðan nota ég vel beittan hníf til þess að skera hérna í gegn og þið sjáu þess að grænu mottu, það vegna þess að þegar hnífurinn skreppur út af þá dettur hann ofan í hana, þetta svona sérstök skermotta og þá skemmist ekki oddurinn á honum leið eins og ef hann færi hérna í glerplautuna. En sem sagt ég bara sker í þetta tekur nokkrar strókur með hnífnum svona og þegar maður byrjaður þá getur maður sleppt réttskeiðinni og látið bara skurðinn sjálfan ráða. Svona, nú þetta farið laust hérna og nú bara að skera hinum einn. Ég gerir eins og Jamie Oliver, ég náttúrulega tilbúinn með aðra hérna var ég búinn að skera saman og þetta passar akkurat svona. Nú get ég límt þetta í og þá passar þetta stykki fyrir þennan dobler. Nú ætla ég að fara að líma og ég byrja því að taka svona gullnýmband. Mér finnst þetta fælega gott límband, það alltaf hægt að ná því af aftur og límið kemur með. Það að vísu dýrara heldur en önnur. En hvað gerir maður ekki fyrir módelin sín? Og ég set hérna á samskeytin og læt það ná fram yfir. Svo sný ég þessu við sem á að koma hérna á og nota hvítt trélím. Það hægt að nota ýmis lím á þetta. Sumir myndi ég vel vilja nota einhvers konar sekundulím. Það því miður mín reynsla á þeim að þeir líma svona við eins og í krossvið ekkert sérstaklega vel. Hérna límið komið á og nú treð ég þessu hérna inn í svona. Síðan fæ ég með meira límband. Þurrka í burtu límið sem kemur út og set límbandið á. Þá hægt að nudda þessu vel saman og sjá þetta seti ágætlega. Svo ég hérna með smá stálklump, bútur af öxulstáli, hann níðþungur og ég set hann hérna á til þess að fergja þetta niður meðan þetta að harðna. Nú hefur límið fengið að taka sig í smá tíma og þá tek ég hérna límbandið af og áður en ég tek hinum einn, það ágætt að renna yfir þetta svona aðeins með húsikaupi. Athuga að það sé nokkurn veginn slétt. Þetta nú bara dobler þannig að það þarf ekki að vera yfirmáta slétt. Svona. Og pússa hérna niður
Svona. Nú ætla ég síðan að leggja þessar tvær plötur saman og ég er búinn að setja teppalínband á þetta sem að kemur til að halda þeim saman á meðan ég sker. Ég ætla að skera þetta, ekki saga. Þetta er svo þunnt, maður er enga stund að skera í gegn þetta ef maður hefur góðan hníf. Nú er bara spurningin hvort maður nær pappírnum af teppalínbandinu. Svona. Legg ég þetta saman. Og nú situr þetta á meðan ég þarf ég sker þetta. En þá er það bændablaðið. Hérna er skapalónin sem ég ætla að skera út. Og hérna er límið. Svona, nú leyfi ég þessu lími, spraylími að taka sig örlítið. Það er betra ef það er þurrt, allavega svona hálfþurrt áður en maður leggur það á. Svona. Og þá get ég byrjað að skera. Byrja hérna á endanum. Og eins og áður hefur komið fram, þá er ágætt að nota vel beittan hníf í þetta. Nú er ég komið með þá nokkuð djúpan skurð, þannig að ég þarf ekki hnífinn lengur. Nei, ég segi réttskeiðina. Það er ekki hnífinn, auðvitað það er hnífinn. Það var hræðilega leiðilegt að horfa á mig vera að skera þetta allt saman, þannig að nú skulum við bara kúta smá á þetta og þegar ég er búinn þá kveiki ég aftur á myndavélinni. Þá er ég búinn að skera þetta út, rosalega fínt, og nú get ég tekið pappírinn af. Og hann náttúrulega losnar bara af því að límið það bara virkar þannig ef maður spreyjar þetta rétt. Nú, hérna eru síðan plöturnar tvær og þær eru fastar saman með teppalínböndum. Galdurinn þar er að nota ekkert alltaf mikið af þeim. Svo að nú þarf ég að tróða einhverju hérna niður á milli og ná þessu sundur. Teppalínband heldur alveg svakalega fast. Þannig að ég er að passa að brjóta ekki hérna. Þannig að okay. Þá er ég komið með þessar doblanir sem þarf innan í hliðarnar. Þetta var ekki mikið mál.